Lögreglan óskar þarna eftir í mars 23 eftir að fá reikninga og gögn þetta númer þarna. Já, Fenguðu það? nei, Veist af hverju? nei, fengu einhvern eitt reikning, minni mig. Og hvað kom fram, máttu segja mér það? Það kom nú ekkert merkilegt fram mánu, bara notkunin var 962 krónur fyrir þann mánu. Það sem ég fannst aldrei sérstakt, vegna þess að ég veit að þegar þú fær reikning, hann er tvöfaldur. Já. Það annars vegar yfirlitsblaðið og hinum með hvað á hvernig þú sendir SMS-in og í hverju þú hringdir. Já. Það fylgdi ekki. Nei, ok. Það er alltaf alls ekki fullnægjandi upplýsingar ef að lögreglan ætla að nota þetta. Lögreglan hefði bara, og eins og kemur nú bara fram í greinagerð lögreglunar að lögreglan íhugaði að fara í húsleit í Vestarétti. Já. Þannig að þeir töldu málið það alvarlegt, en fjallu svo frá því og ég ætla bara að leyfa mér að segja það að ég er sammála lögreglunni að hafa ekki gert það. Vegna þess að valdheimildir sem lögreglan hefur, hún verður að fara vel með þær. Við viljum ekki búa við það að lögreglan bara geti farið inn heim til okkar bara út af einhverju. Og ég er alveg sammála lögreglunum að í þessu tilfelli þá var glæpurinn ekki á þeirri stærðagráðu að hún réttlæti slík inngrip. En ég tel hins að lögreglan geta farið aðra leiðir eins og að ná í símagögnu þeirra og tölvugögnu og fengið þess háttar heimildir, bara eins og hún gerði við mig. En auðvitað er alltaf hægt að segja eftir á, það er mjög auðvelt að vera vitur eftir á. Já. Það er sko tvennt auðvelt í þessum heimi, það er að vera vitur eftir á og segja öðrum hvernig þeir eiga að gera hlutin og búin að sjá að gera mistökin. Já. Það er, þú veist, glæpurinn finnst mér vera þannig að mér hefði finnst það eðlilegt ef þeir tækið alvarlega, þú veist, svona með það í huga að þú misti næstu í lífið þitt, sko. Já. Í öllu þessu. Já. Og ef að talið þú veist, þú telur það að þeir hafi verið að beita einhverjum aðferðum á andlega veika mannesku til þess að fá, þú veist. Það er sko, nú mátti ég gleyma einu. Í þessu tilfelli. Á þeim tíma er ekki okkur úrskurður hennar veikindi. Þú er aðtuga það að lögreglan getur ekki bara gert það sem hún heldur eða veit það verði alltaf, það er alltaf ákveðin svona fordæmi að það verður að liggja eitthvað til hliðsjóna til þess að hún geti gert hlutina og ég bara vil að hlutin séu þannig. Já. Og ekkert bara hjá lögreglunni, ég vil líka til svona hjá blaðamönnum.